þú ert ekki annað en að horfa bara á skipan Alþingis í dag. Þú veist, ég býst við því að svona 10% af því fólki sem situr á Alþingi í dag veit ekki að fengi vinnu á almennu vinnumarkaði. Já, heldur. Já, þetta svo lélegt lið. Ég meina að segja, horfðu bara á borgarstjórnin í dag. Þetta einhverja 5 stelpur, það ekki voðalega fínt. En svo 5 einhverjar konur sem að leiða ríkisstjórn. Þetta þykir svakalega fínt. Það eru konur allstað, það eru bara 3 staðir sem eru eftir. Það er Háskólinn, Seðlabankinn og forseti Hæstiréttar. Þegar það verður allt orðið konur, þá held ég að bara efsta embættismannalagi sé orðið kvenkins. Nei, í alvörunni. Og þetta þykir alveg svakalega fínt. Já. En ég meina... Samt við farið marserað niður á Arnarhól og hrópa fokk hverraveldið. 100.000 konur. Og langt í jafnréttinu verið náð. Þetta auðvitað hlægilegt, sko. En þetta bara pólitíkin og svo menn svo viðkvæmir, þeir þora ekki að gagnrýna þetta. Það má ekki andmæla konu, skilurðu. Og þær verða bara að geta staðið fyrir sínu máli eins og allir aðrir. Það á ekki að vera en forgjöf, en þær eru raun og veru farnar að vinna þannig í pólitíkinni að það skiptir máli hvers kyns þú ert. Það standa samanlega þvert á flokka. Þetta eru konur. Þetta er sem ég myndi kalla það alveg kraftaverk að þessi meirihluti skulle hafa verið myndaður í Reykjavíkurborg. Að vísu er þetta svona þvingu staða vegna þess að þú verður að mynda meirihluta, það er bara kosa 4 fresti og þú verður að gera þetta einhvern veginn með þessum hætti. Já, en þetta til í þessu það er að þessi 2 meirihlutar í Ríkisstjórn og Reykjavík eru báðir myndaðir svolítið á þessu þetta geggjað við konurnar. Já, við konurnar. Þú hugsaðir ef þetta væri herðu, eigum við kallarnir að mynda hérna saman og bara kallar, það geggjað flott maður. Það væri náttúrulega galið að hugsa þannig. Herðu, þú þekkir þú þekkir orðaðan þetta er alveg svakalega flottar stelpur og klárar og eitthvað. Býtu, ef einhver kallmaður myndi segja þetta, við strákarnir svo helviti flottir og finnir og svona. Þú verður bara fláður lifandi. Svona er þetta, sko. Vittu fyrir það. Já, en ég meina ég er alveg til í þennan slag við hvert sem er, sko. Ég hef aldrei haft neitt á móti konum og alltaf verið bara hændur af konum og... Já. Og það er svolítið skrítin þessi svona kvenhyggja. Já, hún er rosalega... Hún er grafið sig í pólitíkinni. Ég meina, þú heitir konur út á götu, það eru ekkert svona tengjandi sérstaklega. Nei, ég veit. Þú veist, bara venjulega konur, sko, sem er að streitast í sveitasins andlis með dreinandi krakkana í pilsfaldinu og svona, svo veist, þetta fólk verið slifið allt öðrum heimi, heldur en við venjulega fólki. Venjulegt fólk lítur svo á að karlar og konur séu frábær, samstarfseining og vinni vel saman, hjón og svo framvegis, en eins og segir í pólitíkinni er einhvern veginn það orðin svona útilokunar stefna við konurnar ætlum bara að taka það. Já, við ætlum bara að taka það. Það er ágætt, þær eru að fara að skilja það að kall og kona eru raun og veru eins og hönd og hanski Þetta getur og þetta verður aldrei aðskilið. Þetta passar alltaf hvort öðru en þegar þetta orðið svona í þjóðfræðinu eins og er í dag að það er bara eilífð að sókn í völd og áhrif að þú veist, ég er bara steinhissað á hvað eru geðlitlir og hvað blóðið rennur hægt í þessum köllum. Það er ekki nokkuð maður sem þorir að segja, býtu, er þetta rétt leið hérna? Er svona illa orðið komið fyrir kallkinn að það getur ekki gegnt orðið neinu háembættistarfi? Eða í alvörunni. Þetta er alveg ótrúlegt.